Gunnarsson og nýráðinn framkvæmdastjóri Íslandsstofu og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Tilgangurinn á þessum fundi að fara aðeins yfir stöðuna í Inspired-verkefninu og ræða framhaldið. Eins og þið náttúrulega þekkið að þá var stofnað til átaksins á sínum tíma í kjölfar svona mögulegra hremminga í íslensku ferðaþjónustu sem framkvæmd kynnu að vera. Og ég held að við getum öll verið sammála það að það var ekki gæfuspor að efna til þessa verkefnis og ég held að við getum öll verið mjög stolt af því hvernig til hefur tekist. Íslandsstofa hefur rekið Inspired-verkefnið undanfarin ár og hefur að mínum mati gert það ákaflega vel. Ég get sagt það að ég að byrja sko, þannig að ég á engar hlut af því máli. En núna þurfum við að líta til framtíðar og við erum auðvitað í ákveðnum ferli núna, það er að segja fjármagna verkefni á næsta ári og það er ekkert launungarmál að það er svona ákveðna blikur á lofti, það er mikil óvissa í ferðaþjónustunni, það er mikil óvissa í fluginu í kringum okkar stærsta meðlim. Icelandair hefur auðvitað svona verið líkil haghafi í þessu verkefni og ég held að núna þegar við horfum fram á næsta ár þá verðum við að spyrja okkur hvað ætlum við að gera, hver er staðan og hvernig höldum við áfram í starfi sem að unnið hefur verið vegna þess að það eru auðvitað fjárfestum mjög mikið í verkefninu og það er mjög mikilvægt að við látum ekki deigan síga í markaðssetningu á Íslandi þó að vel hafi gengið undanfarin ár. Nú, Inspired by Iceland rekið af Íslandsstofu eins og ég nefndi hérna áðan, en Inspired by Iceland ekki til fyrir Íslandsstofu. Verkefnið til fyrir íslenska ferðaþjónustu og íslensk samfélag og það er mikilvægt að hafa það í huga þegar við horfum til næsta ás og ákveðum hver svona næstu skref verða. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og bjóða Ingu Hlín velkomna. Gjörðu svo vel. Sælbjössu, gott að sjá ykkur svona mörg og það sem er á netinu líka. Það passir ykkur því sem er reyna beint við, það heyrist allt sem ég segi í hérna. Það sem ég langar að gera í dag fyrir mörg ykkur bara það sama og þið hafa heyrt oft áður en samt mantraran okkar og fara aðeins yfir stöðuna á verkefninu og hvert við erum komin akkurat núna. Hvernig búið að ganga í bara svona markaðssetningunni núna í haust, hvaða tölur við getum sýnt ykkur og annað, en aðeins að rifja upp líka grunnstoðarnir í markaðssetningu sem við settum okkur. Eins og við munið, þá fórum við aðeins nýja vegferð í byrjun ársins. Við fórum að tala með öllum atvinnugreinunum, fengum alla á borðinu í tilefni af HM í knattspyrnu. En það auðvitað ekkert, við stoppuðum ekkert þar. Við erum búin að setja núna á stað næsta fasa sem að kannski getur lagt línuna fyrir okkur inn í framtíðina líka. Ef við höfum hugað því að vinna áfram saman eins og við höfum verið að gera núna á þessu ári. Við viljum líka að við erum alltaf að tala okkar sögumenn og hagsmunaaðila og ég ætla að minna ykkur á litlu grunnstoðirnar sem eru á borðinu hjá okkur, þessu bláu, sem eru fyrir Ísland og þessa sameiginlegu vegferð sem við erum búin að vera á þessu ári varðandi það hvernig við erum að leggja upp skilaboðin. En að samaskapi erum við líka þarna með grunnstoði fyrir áfangastæðin sem við höfum ekki breytt og heldum okkar sín þar þangað til að annað kemur í ljós. Þannig að við erum alltaf að tala að sama krafti fyrir allar atvinnugreinar. Okkar meðlimir á þessu ári og mörg ykkar eru hér en það eru líka nýandlit, eru allir þessir hér, ég ætla ekki að telja alla upp, en það eru yfir 40-50 aðilar sem við erum í samskiptum við í tengslum við verkefnið og það er gaman að sjá fleiri hafa komið að borðinu með Landsvirkjun, samtökum iðnaðarins og fleiri aðilum og samtökum fyrirtæki sjávarútvegi en eins og þið sjáið þá er ferðaþjónustan mjög þung í verkefninu á góðan máta. Og það hefur ekkert breyst frekar heldur síðustu ár og við hefum afar gott samstarf til dæmis við markaðsstofu landshlutana efni, að taka á móti fjölmiðlamönnum með okkur og margt fleira og það er þessi samtakamáttur sem skiptir náttúrulega og hefur skipt gríðarlega miklu máli síðustu ár og við erum öll í þessu saman. Grunnstoðarnir eins og ég nefndi og ég ætla bara aðeins að fá að renna yfir þetta, ég veit það hafi heyrt þetta áður en það er nú samt bara svo og ég er búin að læra það ekki nú árin að þó ég sé að segja ykkur þetta í þriðja skipti þá þurfum við alltaf aðeins að rifja þetta. Tilgangurinn sem við settum okkur fyrir þetta ár er að við ætlum að auka vitund Ísland sem góðan stað til að heimsækja, sem uppruna gæða í matvælum, vörum og framleiðslu og tilvalinn stað fyrir fjárfestingar og viðskipti. Markmiðin sem við settum okkur var að styrkja ímynd í orðspor Íslands erlendis, það stóra markmið sem við höfum alltaf í huga, öll saman auðvitað, auka áhuga á Íslandi og öllu því sem íslenskt
bæta viðhorf og vitund gagnvart Íslandi sem heilsárs fyrir alla landshluta og það líka hluti af menntuninni okkar í grunnstoðunum sem ég nefndi áðan, að við erum alltaf að hugsa allt landið í heild sinni. Auka vitund og viðhorf til lífsskoðunar framleiðslu, vöru og þjónustu og auka áhuga á að eiga viðskipti, búa og fjárfesta. Og það þessi nýju liðir sem við vorum að setja inn og erum búin að fara í gegnum mjög stórt, myndi ég segja, lærdómsferli því hvað við erum að markaðssetja og hvernig við nálgumst það og hvernig við nálgumst samstarfið með ferðaþjónustuna og öðrum atvinnugreinum og kem inn á það betur á eftir. Skilaboðin sem við settum og þetta eins og við munið og við höfum sagt áður, þetta var ekki stórt samráðsferli sem við áttum þetta. Við lögðumst yfir þetta innan hús í gegnum atvinnugreinar sem við erum að vinna með. Við áttum samtali við þá sem voru í verkefninu á þeim tíma og svo kemur sá tími að við þurfum að endurskoða þetta og velta fyrir okkur hvort að þetta eru réttu skilaboðin eða hvort við viljum bæta í eða breyta og svo framvegis. En skilaboðin sem við settum og höfum haft algjörlega leiðarljós í gegnum allt ferlið á árinu þessi gæði, sköpunarkraftur, ábyrgð, nýsköpun, orka og sjálfbærni. Og ég held ég getum alveg að mörgu leyti verið sammála það að þetta þau skilaboð sem að eiga jafnt við ferðaþjónustu og aðra. Hljómfall skilaboðana héldum við nokkuð að við ætlum að vera sjálfum okkur trú, við erum ábyrg, við erum full af orku, við erum glaðleg, við erum gestrisinn og við komum á óvart. Halda þessari gleði áfram og það var líka eitt af því sem við höfum lagt áherslu á að við séum að nýta okkur sjálf í að segja söguna okkur Íslendinga og reynum að vera eins trúanlegir því og hægt og heldum svolítið húmornum gangandi. Hinn lífslægi heimsborgari einn af 3 markhópunum sem hafa verið greindir fyrir Ísland og hefur verið tekin ákvörðun á þeim tíma að fókusera á í þessari stóru markaðssetningu og beint á neytandann. Þið þekkið hann og þið getið fundið eins og við vitið meiri upplýsingar inn á vef Íslandsstofu hann. En það fólk á aldrinum 25–50 ára, býr í þéttbýli, með menntun og tekjur yfir meðallagi, eru úthverfir, skapandi og opnir fyrir nýjungum og félagsskap. Og líka eins og ég ætla ekki að lesa allt saman, en líka þetta að þeir vilja upplifa framandi náttúru og menningu án þess þó að setja sig að óþarfa hættu. Því að við erum alltaf með ábyrga ferðahegðun að leiðarljós í þessu öllu saman líka. Og ég held að það sé leiðarljós sem við eigum öll að hafa í huga í öllu okkar auglýsingaefni og það á alveg jafnt við í raun allar atvinnugreinar eins og aðra hvaða skilaboð við erum að gefa út í heim. Þannig að ekki standa miðum vegi minni og trampa mósunum og svo leiðis. En við settum líka ákveðið leiðarljós og ég ætla að lesa það, að þið minnst alltaf gott að við rifum það upp á hvað við erum. Og við höfum ekki þýtt það viljandi yfir ensku, yfir á íslensku, því við erum líka að vinna með PR-stofunum okkar og öðrum sem að þurfa að vera mjög meðvitaðir þetta. Þessum leiðarljósið Iceland is a source of dynamic energy rising from our joyous spirit and humble manner. We are innovative in thought, creative in our soul, and always responsible in our actions. Our ambition is quality in our food, in our products, and the experience we offer. We enjoy the adventure that is life, but we always mean business. So welcome friend, we kindly invite you to discover all that Iceland has to offer. Þetta ekki auglýsingin okkar minni, þetta innsæðið sem við nýtum í því við erum að gera okkar auglýsingaefni og markaðsefni. Eitt af lykilatriðanum þegar við fórum á stað með því að víkka verkefnið var að við verðum að nýta allar okkar boðleiðir í öllu því sem við verðum að gera þvert á allar atvinnugreinar. Og þá var horft á þá kanala sem Íslandsstofa hefur en ekki síst líka ykkar eigin. Og þá vorum við að horfa á auglýsingar, sýningar og viðskiptasendinefndirnar, viðburði erlendis sérstaklega, kynningarefni okkar, vefsíður og samfélagsmiðla, almannatengsl, fjölmiðlaferðir og svo auðvitað skiptir okkar tengslastarf alveg gríðarlega miklu máli, okkar allra. Þið munið þetta, Team Iceland, við ætlum ekki að fara sérstaklega yfir það neitt, þið eru búin að heyra það nokkrum sinnum hvernig það gekk allt saman í stóru atriðunum. Við gerðum myndbönd með forsetahjónunum sem gekk alveg gríðarlega vel. Við gerðum minni myndbönd með Steindar Junior og Önnu Söfu þar sem við vorum að nýta húmorinn ennþá meira. Við tengdum okkur náttúrulega inn á umræðuna þegar að fótboltaleikirnir voru og buðum hingað fjölmiðlafólki, gerðum myndbönd mat, áttum stórun viðburði við þau sameiginlega og svo voru þátttakendur eins og við sjáum Heiði hér, formann Samtaka ferðaþjónustunnar að þau tóku sitt eigið initiatíf í þessu og merktu sig Team Iceland inn á sýningum. Stóra myndin var þessi, út úr þessum hluta verkefnisins á árinu. Það voru 382 umferðanir, við höfum búin að ná 17 milljónum spilana á öllum vídeónum sem voru gerð, sem gríðarlega gott og gríðarlega mikið miðað við oft önnur verkefni sem við höfum gert.
Ef ég man rétt þá karaoke-myndbandið með Steinda í 8-9 milljónum, þannig að á þessum stutta tíma sem við erum með þetta verkefni þá þetta gríðarlega góður árangur, myndum við telja. Það eru 177.000 viðbrögð þar sem við erum að tala um að einhver bregst við efninu okkar á samfélagsmiðlum eða einhvers staðar annar staðar og við vorum með 87 stöðufæslur á samfélagsmiðlum með ykkur fyrirtækjunum í gegnum okkar Facebook og aðra samfélagsmiðla. Bara svona til þess að setja samhengi. Þessi hluti var í raun, hann byrjaði þá að standa þarna í janúar til ágúst 2018, þá byrjuðum við ekki að markaðsetja krafti fyrir í raun í mars þegar að stóra myndbandi fór á stað. Þó við verðum að gera ýmislegt fram á þeim tíma, þá fóru ekki stóru málin á stað fyrir þá. Þannig að ef við horfum á það að þessi frá mars og fram í kannski júlí, þar sem að stóru atriðin voru gerð, að þá myndi ég segja og af reynslu núna að þetta hafi gengið afskaplega vel. En við líka settum mikið púður í þann hluta og svo erum við kannski með aðeins minna fjármagn núna á haustönninni ef við tölum í þeim skilningi og fórum aðra leið núna. Við ákveðum að nýta, og það var í samtali við ykkur í gegnum þann stefnumótunarfund sem við áttum í maí, að nýta svolítið betur A til Ö hugmyndina sem við höfum farið á stað með eins og við minni karaoke-myndbandinu og vorum að leggja áherslu á alla landshlutana, þannig árið á undan, höfum byrjað á það haustinu að fara svolítið tilbaka í það að því við töldum bara að það væri rosalega mikið inni eftir í því konsepti og þið komið eins og ég segi sjálf með það. Þá kemur líka hugmyndin, hvernig nýtum við það til þess að koma skilaboðunum allar atvinnugreinar framfæri, hvernig nýtum við þennan og hvernig skilgreinum við það til þess að við vorum búin að fara í tíma Ísland og náðu sér svona svolítið heildarmyndinni og athyglinni á Ísland og þá ekkert gefið að allir hafa áfram áhuga á Íslandi. Þannig að það var tekin ákvörðun að skipta svolítið liðunum niður í 3 konsept, Journey, Living og Taste. Og töldum að það endurspeglaði mjög vel þá þátttakendur og þau efni sem við vildum koma framfæri. Þannig að í gegnum Journey værum við svolítið að tala áfangastaðinn Ísland, í gegnum Living værum við að horfa kannski meira á samfélagið og atvinnulífið og Taste á matinn og allt það sem við höfum fram að færa í því. En að samanskapi gæfi það góða heildarmynd af landinu öllu í heildsinni. Og svo auðvitað myndum við áfram horfa til landshlutana og koma þá þessum konseptum á framfæri gegnum þau. Við veldum þessa einstaklinga með okkur í verkefnið og ég gerir ráð fyrir að ég séu nú flest búin að sjá meirihlutann af þessu. En þau skiptust niður í þemun og þið getið skoðað þau á netinu en það var mjög ánægilegt að fá forsetafrú með okkur í þetta verkefni áfram og hún hefur verið okkur mjög mikilvæg stoð í þessu verkefni vegna þess að síðan hefur við nýtt þessa einstaklinga til þess að koma þeim á framfæri í gegnum fjölmiðla og annað og gaman að segja frá því að Elísa var með okkur á World Travel Market þar sem hún tók 7 viðtöl bara eins og að drekka vatn og fór í panelumræður jafnrétti kynjanna og konur á þeim vettvangi sem var alveg gríðarlega verðmætt fyrir okkur og ekkert sjálfsagt að ná slíkri athygli inn á jafn stóri sýningu eins og ég þekki. En ég ætla að fá að sýna ykkur eitt myndband, bara svona aðeins þess að vekja ykkur, sem kannski svolítið líka myndband sem endurspeglar það hvernig við höfum verið að vinna með ykkur. Við brugðumst við því að það kom mikil umræðan það að þið eruð of mikið að leggja áherslu á einstaklingin í ferðalagi, hann sé einn að ferðast og þá brosa þeir sem að vita að þau höfðu áhrif á þetta. En það skipta alveg gríðarlega miklu máli fyrir okkur að heyra þetta, eins og við erum að reyna að koma skilaboðunum á réttan máta. Þannig að við fengum einn leiðsögumann til þess að tala hvernig væri að vera í hópferð á Íslandi. I've been in the tour business now for an incredibly long time, like 400 years. I, of course, enjoy my work. Who cannot? Look at my office. If you have the opportunity to do that ring road, this 1,400 kilometers that runs around the country, every 3-4 minutes the scenery changes. You drive along the southern coast, along the Black Sands, and then into the East Fjords where you get the valleys and the glaciers, into the north where you have the volcanoes and the lava fields, and not to speak of the West Fjords, which are amazing. Of course, what we have to show is Icelandic nature, Icelandic history, Icelandic geology, and this is what I claim to be able to do. Þessi myndbönd erum við búin að setja texta á með því markasvæðin sem við erum að leggja áherslu á og svo framvegis. Þannig að þetta er svona eitt innlegginn í það.
það sem við erum að gera fyrir hvert efni fyrir sig og sem dæmi, þá erum við að gera þessi myndbönd. Við gerðum líka eitt stórt þemamyndband í tengslum við þetta. Við erum með 3 stafróf á vefsíðunni. Við munum hvernig við A til Ö hefur virkað. Það hafa verið 32 stafir hvern landshluta og 32 stafir þá núna þessi 3 þemu. Og ég ger sem þið grín að þið megi telja hvað þetta eru margir stafir og ég ætla að hrósa mínu samstarfsfólki fyrir að hafa fundið öll þessi orð og það er ekkert að vera sama. Það er alveg gríðarlega að dýrmætt í þessum og gefur okkur líka ákveðna svona heildarmynd, svona þema og áherslu út úr því sem við höfum verið að vinna. Við erum líka að vinna fjölmiðlaferðir og áhrifavaldaferðir. Það er ekki sömu ferðirnar eins og ég þekkið. Við höfum skipt í niður, við erum að senda út fréttatilkynningar, við erum að gera svona ákveðnar Instagram þemarásir sem þið getur skoðað í gegnum verkefnið. Við erum að auglýsa þetta á netmiðlum og við eigum samstarf við fjölmiðla efnisgerð við sýningur á eftir og svo erum við að senda út neytendafréttabréf. Þetta er svolítið tímalínan sem við höfum verið að vinna með núna á haustinu og fram á jólum að við ákveðum að skipta þemanum niður í tímabil. Þannig að við erum búin að vera að leggja áherslu á journey, við erum miðju living tímabilinu og svo erum við að fara inn í test. Og svo skiptum við niður í fréttabréf og aðra þætti eins og á við og köllum eftir efni frá ykkur. Við erum að gera þessi 3 journey myndbönd sem að tengjast og ég hef kannski að fara yfir það áðan að Stjörnu Sævar þar að tala meðal annars norðurljósin og fleira. Vilborg Arna að tala ábyrga ferðahegðun og fjallgöngur, hiking og svo eins og þið sáu hann Svan segir ykkur frá hinu áðan. Fjölmiðlaferðirnar hjá okkur eru gríðarlega viðamiklar og stór þáttur í öllu starfinu og skiptir gríðarlega miklu máli að fá svona verðmæta umfjöllun á markaðssvæðunum sem við erum búin að velja okkur. Og það sem við höfum lagt upp með er að fá þessu stóru miðla og það er það sem að Brooklyn Brothers og íslenska okkar samstarfsaðilar eru að vinna dagsdaglega. En að samanskapi þá hefur við líka skipt niður þemanum í því. Lonely Planet kom hér í byrjun september og skoðuðu Vestfirðina og þar var áherslan á journey. Síðan í október þá fórum við á Norðurland með miðla frá Frakklandi, Danmörku og Finnlandi. Núna erum við að skoða Reykjavík og Norðurland með áherslun á living hlutan. Og þið sjáum miðlana þarna Fast Company og New York Post og svo Taste og það er að gerast bara akkurat núna þessa dagana að það eru miðlar frá Frakklandi, Bretlandi og Þýskalandi. Við eigum líka það sem við erum að gera nýtt núna, við höfum ekki gert áður í raun. Við gerðum það kannski mögulega svona hluta til fyrir nokkrum árum síðan en við fórum í svona ákveðið fjölmiðla samstarf og erum að prófa þetta með fyrirtæki sem heitir Oath og áherslan er þar á Huffington Post. Og þar kom fréttamaður eða blaðamaður, Claudia Canavan, tók viðtöl og bjóð til efni í samræmi við þær áherslur sem við lögðum til og í takti við þessi 3 þemu. Og það munu birtast 3 til 5 greinar og meðal annars búið að birtast viðtal við Elísu Rítu og fleiri í tengslum við það og þið sjáum fyrirsagnar af því. Við erum auðvitað líka eins og ég nefndi að auglýsa og við erum að birta í Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi. Það eru fyrir áherslumarkaðar fyrir auglýsingar, það var tekin ákvörðun það munið núna í haust að sleppa Norður-Ameríku á þessum tímapunkti vegna aðstæðna á þessum markaði og við sjáum að það er alveg að ganga ágætlega. Áhrifavaldaferðir hafa gengið og það er eins og því stekkið sem er að vinna beint á samfélagsmiðlunum og þetta gengur mikið út á myndefni í þeim skilningi en það skilaði sig gríðarlega vel núna í september eins og við gerðum þar og það er yfir 550.000 viðbrögð á þessum áhrifavaldaferðum sem fer þá auðvitað gegnum þeirra miðla mikið til en það er allt Ísland. Og eins og við sjáum þá eru 90% af stöðufærslunum með tilvísunir samstarfsaðila þannig að það er verið að linka við ykkur í því. Og við erum að planleggja aðra núna í framhaldinu. Núna í haust erum við búin að vera með 46 stöðufærslur með ykkur inn á miðlunum og það er eitthvað líka eins og ég þekki, er eitthvað sem við höfum ekkert endilega verið að gera og erum svona aðeins að leyfa okkur að gera meira en passa alltaf upp á söluvingilinn því að fólk er ekki hrifið af því
en að miðla samt öllu því sem við höfum fram að færa á jákvæðum nótum og sýna fjölbreytnina á Íslandi. Við sendum út neytendafréttabréf eins og ég þekkið, við erum búin að senda út sérstaklega fyrir Journey og þið sjáu þarna það voru 11.000 opnanir og 1390 smellir á það og neytendafréttabréf fyrir Living er farið og svo fer Taste núna bráðlega. Langar að sýna ykkur líka aðeins, ekki bara áfangastæðin, heldur líka orkuna og hana Stefaníu, bara aðeins svona þess að sýna ykkur fjölbreytnina í þessu. I think life would be completely different here in Iceland if we didn't have geothermal water. Iceland is special in many ways. We are the land of renewable energy. We have a system of energy production that is 100% renewable. Iceland is situated on a hotspot. That means that there is a lot of magma flowing on the inside, underneath the crust. The magma heats up the water, and this is what we call geothermal resource. The geothermal resource has plenty of value streams. So one of the value streams is that we drill a borehole into the boiling hot water and we extract the steam and the water, and energy is produced through the steam. We use the geothermal water to heat swimming pools. We've got plenty of swimming pools and bathing sites in Iceland, and that makes quality of life so much better. Og þess vegna alltaf svolítið gaman þegar við erum að fara inn á orkumyndband fyrir nokkrum árum síðan líka, og það vekur alltaf gríðarlega mikla athygli og það segir okkur líka að mikið af þessum skilaboðum eru svo þau sömu á milli atvinnugreina og líka á milli bara svona þvert á landið. Við stöndum öll í þessu saman. Við erum líka búin að vera að horfa á ferðasýningarnar hjá okkur, það var kannski meiri þungi því fyrir hluta ársins þar sem það eru fleiri sýningar á þeim tíma en við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á það. Okkar landkynningabæklingur er líka komin í A til Ö búninginn og er núna að bara detta inn á, hann er komin á mjög mörg tungumál en hann verður komin núna á 14 tungumál þegar árið er liðið. Þannig að við hvetjum ykkur til að skoða það líka. En lykiltölur varðandi þetta samstarf núna í haust, að við erum búin að ná, og við erum eins og þið sjáum, þá erum við bara búin með helmingin í raun, við erum eftir að fara í testlutan og erum að klára Livingið ennþá, að við erum búin að ná 50 umfylgjarnum, það eru 2,2 milljónir spilarna á þeim myndböndum sem eru komin, 13.000 viðbrögð og 46 stöðufærslu sem eru komnar. Að samanskapi erum við náttúrulega ekki í H&M, þar sem áhugin er alveg gríðarlegur og við erum með minna fjármagn. Þannig að við verðum að setja það í samhengi. En við erum sátt við það sem komið er. Mér langar aðeins að enda á því að minna á ávinningina af samstarfinu og Pétur sagði það áðan. Þetta verkefni er ekki til fyrir Íslandsstöð, þetta er verkefni til fyrir ykkur og það hefur verið komið frá ykkur svo óskað þetta verkefni væri til. Og þetta sé gríðarlega mikilvægt og það hefur þróast síðustu árin að við tökum stöðun á því en við hefum sett í gegnum árinu þennan svona ávinning að styrkja ímynd og orðspor Íslands með slagkrafti íslenskra fyrirtækja og stjórnvalda. Þetta verkefni hefur skapað okkur betri samkeppnisstöðu gagnvart öðrum löndum vegna þess að það eru fáir sem að ná slíkum slagkrafti og áhuga á markaðsefni eins og við höfum náð síðustu árin. Og eins og þið þekkið þá er hort mikið til okkar og það er mikið spurt hvernig farið þið eiginlega að þessu og hvernig náið þið að vera í samstarfinu, hvernig náið þið að búa til svona skemmtilegt efni og svo framvegis. Þannig að við höfum alveg séð mikinn ávinning í því í okkar samtölum. Síðan tækifæri til að skapa fókus og nátum og arkhóp sem sýnir Íslandi áhuga. Þetta er eina neytendamarkaðssetningin sem að fer fram í svona samstarfi. Það fjármagn sem Íslandsstofa hefur frá stjórnvöldum með þessu almenna markaðsstarfi til dæmis myndi aldrei geta staðið undir svona herferði, aldrei nokkuð tíma. Og það bara rétt nær að halda okkur gangandi með þetta svona basic. Þannig að svona, og ég ætla bara að sletta áfram, outreach, ég hef aldrei fundið alveg íslensku orðið, það myndi ekki gerast nema í okkar og ykkar krafti. Líka þetta tækifæri til að skapa nýjar sögur frá Íslandi á víðum grundvelli, ný athygli, vegna þess að það skiptir gríðarlega miklu máli eins og þið þekkið í markaðssetningunni á áfangastöðunum. Að það er alltaf að koma þessi listar hverjir eru hipp og cool á þessum tíma og svo framvegis og það er alltaf verið að leita eftir nýju efni. Þegar þú ert að vinna með fjölmiðlum og öðrum út af mörkuðunum þá er alltaf hvað er nýtt og þá þarftu alltaf að hafa eitthvað sem vekur athygli. Og ég myndist það mjög svona sorglegt ef við myndum missa það niður í þessu. En að samanskapi verðum maður auðvitað alltaf að skoða aðstæður hverju sinni. En síðan teljum við líka að við höfum náð ákveðinni svona meiri aukinni fagþekkingu í markaðssetningunni og markaðsgögnunum fyrir Ísland
eins og við höfum verið að vinna þetta með ykkur og komið óskir frá ykkur um hvað vantar, hvað þurfum við að hafa einsinn inn í og svo framvegis. Og það getum við gert svo mikið saman. Og líka bara þetta að ná þessari svona, við vitum svolítið fyrir hvað við viljum standa og hvernig við viljum kynna. Og við erum held ég bara nokkuð framalega í því að vera sammála þau gildi. En samstarfið á þessu ári þá settum við upp og svona til að minna á, og þetta er það sem við fórum með í upphafi ársins, var að þeir sem væri samstarfsaðilar, það er að vera hluti af hópi fyrirtækja sem eru leiðandi í markaðssetningu erlendis, nýtum slagkraftinn saman, þáttaka í áherslu og aðgerðum almennt. Það eru stefnumótunarfundir eins og við þekkjum, við erum búin að halda 1 slíkan. Það var ætlunin að þessi fundur yrði slíkur, en það sem við erum ekki komin ennþá búin að fastsetja þáttökuna, þá fannst okkur ástæða til að eiga þennan fund fyrst. Markaðsfundir eru alltaf mánaðarlega eins og við þekkjum, þar setjumst við niður og spjöllum. Við erum að streyma þeim á netinu en eigum líka samtalið mjög ítarlegt og förum yfir allar markaðsaðgerðir sem við erum að gera og hvernig fyrirtækin geta tengst í. Facebook-hópur og postlistar, það er sér lokaðar hópur fyrir það sem er í verkefninu og svo auðvitað leyfi til að nýta merkið samkvæmt ákveðnum notkunarreglum. Það er líka ákveðin aðgangur á markaðsgögnum, birtingaráætlanirnar fyrir verkefnið og hvernig þetta tengjast þeim beint. Við höfum verið markaðs- og fræðslufundi, það er ákveðin fjölmiðla grunnur sem við hafum fengið aðgangað eða geti fengið aðgangað í gegnum okkur. Og svo höfum við verið aðeins að prófa meira og hvatt ykkur til þess að láta okkur vita ef það er einhverju fjölmiðlar sem þið eruð ekki alveg viss með og hafa samband, að þá getum við verið að skoða hvort að gæði þeirra í gegnum okkar PR-stofur. Og svo betri tenging við markhóp, það er að tengjast beint markaðsaðgerðunum í samfélagsmiðlum, viðburðum og almannatengslum, auglýsingum og fjölmiðlaferðum og við gerum svona það sem við kallum svona leikbók fyrir hverja herferð fyrir sig og allir fá aðgang að því og förum við ítarlega yfir það á fundum. Síðan auðvitað þessi stafræna auglýsingalisti, það eru þessi fréttabréf sem ég nefndi áðan og auglýsingalistin það er með Google fyrirgefi og að tengja sig inn á það, en svo er rafrænu fréttabréfin og þar eru við alltaf að fjölga notendum og verðt að nefna að við náðum yfir 50.000 netfengum þarna í kringum Team Iceland hlutan sem skiptir greiðlega miklu máli af því að við erum í þessum nýju, hvað heitir þetta, GDPR-málum. Og svo fyrirtæki geta sett kynningarefni til þeirra fjölmiðla sem eru að koma til landsins eins og við á. Þannig að þetta er svona stóra myndin af þessu öllu saman og þið þekkið hvernig ég enda allar mína glæður, samstarf eykur slagkraft, ég mun ekki hætta því, ég hef þá trú að það sé lykillinn, en það er kannski svolítið ykkar núna að velta fyrir ykkur hvernig við ætlum að vinna saman í framhaldinu. Takk fyrir.